sem að öttu kappi. Það voru þeir Auðun Stígsson sem hér fær okkur og Egill Guðmundsson hér nær. Egill Guðmundsson sigraði í fyrstu umferðinni í sumar en það voru aðeins 3 umferðir í kvartmílu í sumar og hér sigrar Auðun Stígsson á frábærum tíma 9 sekúndur og 780.000 og þá eru þeir að fara aðra ferð. Sá sigrar sem fyrir sigrar í 2 ferðum og í ræsingunni þarna þá bilaði vélinn hjá Agli Guðmundsssyni en Auðun Stígsson bætti sinn tíma og fór á 9,510 og sigraði því að þessu sinni og varð Íslandsmeistari í þessum flokki. Og hér eru allir sigurvegararnir úr þriðju og síðustu umferðinni í kvartmílu en eftir að ljúka Íslandsmóti í sandspyrnu. En við yfir í torfæruna, þriðju og síðustu umferðinni í Formula Offroad Open. Það voru 5 menn sem áttu möguleika á sigri. Fyrstan ber að telja Gunnar Egilsson frá Selfossi sem var með 30 stig og leiddi mótið. Gísli Gunnar Jónsson var í öðru sæti með 26 stig. Haraldur Pétursson var í þriðja sæti með 22 stig. Og síðan komu þeir Gunnar Gunnarsson í götubílaflokki, var með 20 stig og átti fjarlæga möguleika á því að ná sigri í keppni yfir heildina sem og Gunnar Pálmi Pétursson sem var einnig með 20 stig. Þeir tveir börðust líka við Ásgeir Jamil Erlandsson sigur í götubílaflokki. Ja, Haraldur, nú að duga eða eitthvað annað? Já, nú komið að því. Búið að gera einhverja breytingar frá því síðast? Aðalega búið að liggja í viðgerðum. Vélin fór alveg í klessa á hellu, búið að skipta allt í henni og það allir tíminn búin að fara í það, þannig það ekki búið að breyta neitt. Þú ert búinn að skoða brautir í dag, það ekki? Jú. Eru þetta brautir sem að henta þér og þínum bíl? Það er ómögulegt að segja, maður náttúrulega veit ekki með þennan bíl ennþá. En þetta er allt í lagi að sjá, sko. Gísli, hver verður staðan eftir fyrstu 2 brautir? Ég ætla nú ekki að ákveða það svona, en ég stefna að vera í fyrsta sæti. Með hvað mörg stig? Ég vil ekki neitt. Já, með neitt það. Þetta er erfitt að vera með eitthvað yfirlýsingar og þurfa svo að kyngja þeim eftir á. Hvernig leggst dagurinn í þig? Hann leggst bara vel í mig. Þetta er erfiða brautir. Þetta er mjög leiðilegt svæði, það er svo mikið hárið stál í þessu. Og maður þarf að vera mjög nettur á honum að brjóta bara ekki. Ef maður tekur á honum vel þá brýtur maður í þessu. Vegna það er bara sandur og svo kemur bara hörð stál. Og það er bara, maður mölvar eitthvað alveg þessu skot. Þannig að hugafarið er að keyra nett í dag? Já, mér sýnist það að þurfa að vera bara nettur á þessu. Svona, þetta er dálítið dekkjaþrautir, það er að passa dálítið dekkin. Og það er það sem skiptir máli. Þannig að það verður örfá stig á milli keppenda? Já, ég hef trú á því. Mér sýnist þetta að vera svona annarkvort er þetta fært eða ekki fært. Og það virðist vera svona brautir sem eru alveg gjörsamlega ókleifar og það sker ekkert neitt en svo eru suma brautir sem þarf að vera mjög nettur á því að reyna að hanga í brautinni og það skiptir mjög miklu máli hver rásröðin er. Og við leggjum að staði fyrstu þraut, við förum tiltölulega hratt yfir. Hér er Gísli Grétar Sigurðsson á ferð, fyrstur í fyrstu braut og hann gerir hér mistök og fer á toppinn. 150 stig fær hann fyrir lengdina en 140 refsistig, þannig að árangurinn var ekki mikill hér, aðeins 10 stig og það er ekki bóknað hjá hann veltigrind, þannig að hann varð að skipta hana og misti af næstu þraut. Þá var Gunnar Egilsson forystusauðurinn. Þessi braut var svolítið löng og svona fyrst á litið þá leit út fyrir að hún væri auðveld í upphafi en þetta svæði hér sem sýnist vera á jafnsléttu hallar aðeins undan og þeir áttu allir í erfiðleikum keppendurnir með að ná þessari beygju og næsta beygja átti að vera til hægri nánast í og það voru aðeins örfáir keppendur sem komust á leiðina en þó ekki réttu leiðina og eins og þið sjáið þá veltir Gunnar Egilsson hérna fékk samt 60 stig fyrir þrautina. Það var Gunnar Gunnarsson, hann tók þessa beygju til vinstri og fór í boga og út fyrir braut og fékk því ekki nema 150 stig fyrir lengdina, fékk síðan að halda hérna aðeins lengra áfram. En eins og sjáið aðeins 100 stig út úr brautinni og þá er það Gunnar Pálmi Pétursson. Þessir tveir voru að berjast í götubílaflokki auk þess sem þeir áttu smá möguleika í fyrsta sætið og Gunnar Pálmi sá að sér þarna og keyrði út úr brautinu og fékk sín 100 stig. Þá er það Haraldur Pétursson sem átti raunhafa möguleika en hér brýtur hann hægri framöxul og þar að auki vildu dómar að meina að hann væri komin þarna út úr braut. Beygjan átti að vera til hægri en hann fór þarna vinstri hring og eins og við sjáum þá er ekki hægt að stýra þessum bíl neitt með brotin öxul.
og Haraldur fekk því ekki mörg stig. Það var komið að Gísla Gunnari Jónssoni og hér á beygjan að vera til hægri, en afturendin hann lætur ekki alveg á stjórnina hjá Gísla. Þið sjá hann beygir til hægri en síðan fer afturendin líka til hægri og hann var því að hætta þarna og Gísli Gunnar fekk 150 stig fyrir lengdina og 80 refsistig, samtals fekk hann 70 stig sem 10 stig meira en Gunnar Egilsson. En besta árangri í þessari braut náði Ragnar Róbertsson. Hann brá á það vittulega ráð að hætta hér eftir að hafa horft á ófærir annara keppenda, fekk 120 stig fyrir lengdina og tók þar með forystu í keppninni. Og þetta staðan eftir fyrstu braut. Ragnar Róbertsson efstur með 120 stig, þá Haraldur Pétursson, Ásgeir Jamil í öðru sæti ásamt Haraldi, Gunnar Gunnarsson og Gunnar Pálmi jafnir í fjórða sæti með 100 stig ásamt Elmari Þór Magnússyni, Gísli Gunnar og Gunnar Egilsson þarna neðarlega á lista. Og þá það þraut númer 2. Leit út fyrir að vera tiltölulega létt. Gunnar Pálmi fer fyrstur hér af stað hjá okkur. Hann náði 4. besta árangrum í fyrstu braut en hikar hérna aðeins svo lengi og fær því aðeins 140 stig fyrir lengdina og 100 stig alls. Þá það Haraldur Pétursson og nú hann með drifa á öllum 4, kominn með nýjan öxul hægra megin framan en lendir hérna út fyrir brautina og brýtur þar að auki vinstri framöxul og þar með voru 2 öxlar farnir og varabyrðirnar búnar. Haraldur brá þar á það að senda eftir öxli sem að hann vissi að var til á Selfossi, fekk þann öxul sendan, þökk sér því að nú var hádegisli í klukkutíma, en þá kominn Ragnar Víðir Kristinsson á Galdragöl. Hann hefur verið í þjónustuliði Ragnar Skúlássonar sem að ekki hefur þessari bifreið með miklum ágætum þegar hann hefur verið með. Og Ragnar Víðir Kristinsson fekk 50 stig í fyrstu braut en 300 stig fyrir lengdina hérna í braut nummer 2, en 70 refsistig og stökk upp í 3. sæti í keppninni. Vel gert hjá nýliðanum. Það var annar besti árangurinn í brautinni. Það var Gísli Gunnar Jónsson í baráttu við Gunnar Egilsson og Harald Pétursson og Gunnar Gunnarsson og Gunnar Pálma. Gísli Gunnar og Gunnar Egilsson voru neðarlega eftir fyrstu þraut en það eru 8 þrautir sem að keppendur keppa í og 300 stig fást fyrir hverja braut hámark. Gísli að vanda sig hérna að komast í gegnum hliðið á þess að snerta nokkur dekk, gerir það vel og þá bara ljúka þessu rétt eins og Ragnar Víðir Kristinsson, en hér hikar Gísli eitt augnablik og fer því þar að leiðandi ekki upp á, fær hans 230 fyrir lengdina og 20 refsistig og Ragnar Róbertsson fór upp á en drap á og kom ekki bílnum aftur í gang, þannig hann fekk aðeins 250 fyrir lengdina. Þá það Ásgeir Jamil sem var í baráttunni í götubílaflokki við Gunnar Gunnarsson og Gunnar Pálma og hann stoppar á sama stað og Gunnar Pálmi Pétursson. Það stemdi í hörkuslag í götubílaflokki og þá það Gunnar Egilsson að verða búinn að aka þessa braut og nú að sjá hvort hann fer hérna upp á. Það gerir hann og tekur þar með forystu í keppninni að loknum 2 þrautum, fær hér 280 stig og Gunnar Gunnarsson sem að ætlaði sér titilinn, settist á kviðinn hérna og fekk því ekki nema 50 stig út úr þessari braut nummer 2 og þá var staðan orðin gjörbreytt. Ragnar Róbertsson kominn niður í annað sæti, Ragnar Víðir Kristinsson nýliðinn í 3. sæti, Gísli Gunnar í 3. einnig með 280 stig og strax orðin 60 stigum á eftir Gunnari Egilssyni. Og í 5. sæti Ásgeir Jamil Erlandsson og þá það Ragnar Víðir hér í 3. braut með 300 stig fyrir lengdina og Gísli Gunnar Jónsson fer sömu leið, fær einnig 300 stig fyrir lengdina. Þessi 3. þraut var tiltölulega auðveld fyrir flesta bílana. Gísli fær 260 stig og Ragnar Róbertsson sem var búinn að standa sig vel í fyrstu 2 þrautunum. Nei, hann sest hérna kveðin 140 stig og 20 refsistig og þá það Ásgeir Jamil. Þar var því að halda að komast upp fyrir Ragnar Róbertsson og helst að hafa hann nummer 2 og þar með yrði Ásgeir Jamil Erlandsson Formule Offroad meistari í götubílaflokki, komið 480 stig. Og þá það Gísli Grétar Sigurðsson, mættur til keppni aftur eftir að hafa nýtt sér matarhlið til þess að skipta frambúðan í búrinu. Hann fær 250 stig og þá það Gunnar Egilsson. Búinn að sjá Gísla Gunnar Jónsson fara þetta alla leið.
og gerir það einnig 260 stig og komið 600 stig og þá er það Gunnar Gunnarsson sem sigraði í annar umferð Formula Offroad Open í Bolöldum rétt fyrir ofan Sandskeið. Hann þarf að bakka hér og tapar 40 stigum. Sest þarna á framöxulinn og tapar öðrum 40 stigum. Og snertir þarna þar að auki dekk og annað dekk, þannig að hann er að ná hér í 160 refsistig, fara hans 140 stig fyrir brautina. Það er Gunnar Pálmi Pétursson. En hann missir jafnvægi hérna augnablik og ákveður að hætta, reyna ekki meira og bakkar síðan aðeins og langt og það endar svona. 120 stig fær hann þó fyrir brautina, aðeins 20 refsistig. Bjargar sér hérna hjá frá veltu eins og þið sjáið. Gunnar Pálmi, Gunnar Gunnarsson og Ásgeir Jamil voru í baráttunni fyrsta sætið í Formula Offroad, samanlagt úr 3 keppnum, en Ragnar Róbertsson var þarna með þeim og hann ruglaði svolítið stöðunni fyrir hinum tveimur, vann svolítið með Ásgeir Jamil, en Gunnar Egilsson var enn fyrstur. Gísli Gunnar Jónsson kom upp í annað sætið og hann er enn 60 stigum á eftir Gunnar Egilssoni þegar lagt er að stað í 4. braut. Og eins og braut 3 þá var þetta spurningin að hitta rétt í hliðin og sleppa við dekkin. Gísli strax komið með 20 refsistig hérna. Hún reyndist síðan hálf illfær í lokin, en það voru að sjá hvort að Gísli reynir við það og hann snertir hérna annað dekk. Hann reynir og sjáu þið botnin á bílnum, það sést ekki alveg hvað stendur þarna, en það stendur þarna hlé. Það er þannig þegar torfærubílarnir velta, þá kemur alltaf smá hlé. Hrafn Arnar Guðjónsson sem hefur í göttubílaflokki velt nokkrum sinnum er með skrifað UPS á botnin, þannig að það er húmor í mönnum. Gísli fær 140 stig, þá er það Ásgeir Jamil. 40 stig farinn, þetta getur verið dýrt. Hliðin eru þröng og miðað við það að allir keppendur fari jafn langt og þá eru það jú þessi dekk sem þeir eru að snerta þarna í gegnum hliðin sem að skipta máli. Hann fær 150 stig, komið 630 stig. Gunnar Gunnarsson og Gunnar Pálmi ekki lengur í baráttunni við þá tvo, Gísla Gunnar Jónsson og Gunnar Egilsson, og ekki heldur Haraldur Pétursson. Gunnar Egilsson gerir þetta vel hérna, hann er refsilaus. Þannig að hér er hann að auka forskot sitt á Gísla Gunnar Jónsson í 4. þraut. Snertir þó þarna dekk sem Gísli snerti ekki. Fær 150 stig, komið 750 og eykur forskotið 10 stig. Það var Gunnar Gunnarsson, refsilaus. Og enn er hann refsilaus. Ásgeir Jamil fekk 150, þannig að hérna kroppar Gunnar Gunnarsson aðeins í forskot Ásgeirs Jamil, en Gunnar Pálmi gerir það ekki. Hann er þarna komið með 20 refsistig. Þannig að hann verður að reyna að fara aðeins hærra heldur en hinni keppendurnir og gerir það, en missi stjórnina. Nei, ekki alveg, 160 stig, vel gert hjá honum, og þá er það Haraldur Pétursson sem lét þennan hól koma sér óvart. Þegar hann 70 stig og þar með var hann alls ekki í baráttunum fyrsta sætið. Gunnar Egilsson kom með 70 stiga forskot á Gísla Gunnar Jónsson og Ásgeir Jamil var í fyrsta sæti í göttubílaflokki. Ragnar Róbertsson var í öðru sæti og með þessari stöðu þá yrði Ásgeir Jamil meistari í göttubílaflokki og Gunnar Egilsson í flokki heildarinnar eða yfir heildina, en Ásgeir Jamil missir hérna hlið í tímabrautinu og fer öfuga leiði gegn hliðið. Í reglum stendur skýrt og greinilega að aki keppandi vísvitandi öfuga átt í braut, að þá var það brottvísun úr keppni. Keppnisstjórn áttaði sig hins vegar ekki á því og vísaði honum ekki úr keppni, þannig að hann slapp með þetta, fekk 121 stig fyrir þrautina. Þá var það Gunnar Egilsson, alltaf gengið vel í tímabrautum sem þessi 5. braut er að þessu sinni, en hér gerir hann afdrifarík mistök. Missir bílinn aðeins og langt til hægri, fær hans 19 stig fyrir lengdina og 20 refsistig. Já, hérna 0 fyrir 5. braut. Hann var með 70 stig á forskot á Gísla Gunnar Jónsson og Gunnar Egilsson gerði sér hér grein fyrir því að hér var hann sjálfur að
klúðra sínum málum. Gunnar Gunnarsson var einn þeirra sem að lauk tímabrautinni og hann fekk 230 stig, náði öðrum besta tímanum og þá var það Gunnar Pálmi. Í slag við Ásgeir Jamil og Gunnar Gunnarsson í götubílaflokki, 220 stig og Ragnar Víðir Kristinsson ók tímaþrautina til enda. Þetta er svolítið öðruvísi bíl heldur en hinnir, gengur að lægri knúning, það er meira tog í vélinni og hann fekk 160 stig og Gísli Gunnar Jónsson féll ekki í sömu grefina og Gunnar Egilsson heldur lauk við tímabrautina og var þar með komin upp í fyrsta sætið. Fekk 200 stig hérna. Ragnar Róbertsson var á sínum stað fyrir Ásgeir Jamil. Fær 140 stig. Og þá er það Sigurður Þór Jónsson sem við höfum ekki séð mikið af í þessari keppni. Ók af þvílíkri grimmd og náði langbesta tímanum í tímabrautinni, 29 sekúndum, á meðan annar besti tíminn hljóðaði upp á 37 sekúndur og þann tíma átti Gunnar Gunnarsson á trúðnum. Fyrir þessa braut var Sigurður Þór Jónsson í 9. sæti en með þessum árangri þá bætti hann stöðu sína aðeins og komst upp í 8. sæti en hér er staðan þegar að 3 þrautir eru eftir. Gísli Gunnar Jónsson var kominn með örugga forystu, Ragnar Víðir Kristinsson í liði öðru sæti, Ásgeir Jamil í 1. sæti í götubílaflokki, Gunnar Pálmi þó rétt hjá honum í öðru sæti og Gunnar Gunnarsson í 3. sæti í götubílaflokki og við leggjum að stað í 7. braut sem að var hugsanlega kleif hér fyrir fyrsta bíl en það vantaði hraðan hjá Gunnari Gunnarsinni, hann fekk aðeins 120 stig fyrir brautina. Síðan kroppaðist úr barðinu þarna og hér er Gísli Gunnar Jónsson á ferð, vitandi það að aðri keppendur komast ekki þarna upp þannig að hann er ekkert að reyna, 110 stig. Þá er það Sigurður Þór Jónsson, þetta er víst fært sagðan, en þó ekki alveg, upp á komstan en öfuga leið niður. Hafði samt 140 stig upp úr krafsinu, var í 8. sæti og það er ekkert gefið hér eftir. Sigurður Þór Jónsson slapp með þetta á kastrólbifreiði sinni. Gísli Gunnar Jónsson var enn með forystuna. Ragnar Víðir Kristinsson í öðru sæti, Gunnar Egilsson kominn upp í 3. sæti og Ásgeir Jamil, Gunnar Gunnarsson og Gunnar Pálmi í slagnum í götubílaflokki. Ef þetta er því niðurstaðan, þeir þarna í 3 sætum, Ásgeir fyrstur af þeim og Gunnar Gunnarsson annar, að þá var staðan svo að þeir 3 voru allir með 47 stig í götubílaflokki og þar sem að Gunnar Pálmi hafði betur í fyrstu keppninni þá yrði hann meistari. En hér er það Elmar Þór Magnússon sem er mættur til keppni eftir slys á Akureyri þar sem að gírkassinn sprakk hjá honum og síðan Ragnar Víðir, hann fær 120 stig, Páll Antonsson sýndi ekki sömu góðu taktana eins og hann gerði í 4. fyrir Íslandsmótsins við Stapafell þar sem að hann náði meðal annars besta árangri í 3. braut, fær hér aðeins 120 stig. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Það er vel rétt upp á brúnina, refsi laust og síðan er síðasta hindrunin ókleif í þessari braut og Gísli fær 230 stig, enga refsingu og veit það að hann færist nær titlinum, öðrum titli á þessu ári. Hann varð jú Íslandsmeistari með árangri sínum á Hellu, öðru sætinu þar. Og Ragnar Róbertsson sem var þarna til aðstoðar Ásgeiri Jamil Allansinni var fyrir því óláni að tæma hér nítrókútinn og tapaði þar með öllu afli sem hann þurfti í þessu lausa og sat þarna fastur. Og ég er alveg handviss um það að Ásgeir Jamil var ekki alveg ánægður með þetta. Þá er það Gunnar Egilsson búinn að gera sig grein fyrir því að það þarf kraftaverk til þess að hann nái titlinum sem hann sá fram á að hann ætti möguleika á. Hann fekk aðeins 210 stig hérna, þannig að enn eykst forskot Gísla á Gunnar Egilsson. Gunnar Gunnarsson í hörkubaráttu. 210 stig, 1020 samtals og þá er það Gunnar Pálmi. Var í næsta sæti á eftir Gunnari Gunnarsinni og er kominn aðeins lengri en Ragnar Róbertsson. Það þýðir það að hann er fyrir ofan Ragnar Róbertsson. Já, Gunnar Gunnarsson kominn upp fyrir Ásgeir Jamil Allansson og Gunnar Pálmi í 7. sæti, 3. sæti í götubílaflokki en Gísli leiðir örugglega yfir heildina.
og miðað við þessa niðurstöðu þá verði Gunnar Gunnarsson meistari í götubílaflokki. 8. og síðasta þraut, ókleif, allt og brött í endan og Gísli fer þar fyrstur hjá okkur og hann tók það ákvörðun að reyna ekki einu sinni. 90 stig, þá er það Ásgeir Jamil og hann fer aðeins hærra en Gísli. 110 stig. Hefði þurft að fara aðeins hærra til þess að tryggja sér fyrsta sætið í götubílaflokki. Þá er það Gunnar Egilsson, hann á möguleika með því að láta vaða hérna. Nei, hann hættir við. Og þar með var ljóst að Gísli Gunnar Jónsson var orðinn Formúlu Offroad meistari 1999. Gunnar Gunnarsson er að keppa hér í götubílaflokki og fer nógu hátt til þess að tryggja sér sigur í þeim flokki og þar með titilinn í götubílaflokki. Gunnar Pálmi Pétursson átti við gangtruflanir að stríða og því fór sem fór. Hann náði ekki 2 titlum í ár eins og Gísli Gunnar Jónsson og þar að auki veltir hann gullfallegum Ford 42 hér sem hann hefur gert miklar endurbætur á í sumar. Lokahnykkurinn í þessari síðustu þraut kom hjá þessum manni, nýliðanum. Hann fór nógu hátt með afturdekkin til þess að næla sér í 180 stig og það var nákvæmlega það sem hann þurfti til þess að stökkva úr 7. sæti og upp í 2. sætið. Frábær árangur hjá nýliðanum og enn betri árangur hjá Gísla Gunnari Jónssoni sem að hirti báða titlana yfir heildina. Gunnar Gunnarsson var meistari í Formúlu Offroad Open í götubílaflokki og Gunnar Pálmi var Íslandsmeistari í þeim sama flokki. Það verið mikil barátta í torfærinu í sumar, 5 sigurvegarar í 5 umferðum Íslandsmótsins og 2 sigurvegarar í 3 umferðum í Formúlu Offroad Open. Birgir Þór þakka fyrir samveruna í sumar. Vonið hafa það sem allra best. Bless, bless.